fellur umræðan hefur 5. liður verið tekinn út af dagskrá. Við göngum til 6. liðar sem umræða málefni Árbæjar, Selás og Ártúnsholts og til máls tekur borgarfulltrúi Kjartan Magnússon. Forseti, góðir borgarfulltrúar. Ég ætla að hefja umræðu málefni Árbæjar, Selás og Ártúnsholts. Ég held að sé vel við hæfi að fjalla öðru hvoru hverfi borgarinnar svona í heild, þó að það auðvitað kom ekki í veg fyrir að við ræðum þessi málefni allt árið ef okkur býður svo við að horfa. Það gerum við auðvitað í hverri viku eða í hverju mánuði, tökum upp málefni hverfana í því skilningi að við fjöllum stöðugt málefni þeirra í nefndum og ráðum borgarinnar og flytjum þá tillögur og komum með ábendingar til embættismanna það sem okkur finnst að betur mætti fara. Nú eða hrósum fólki fyrir það sem er vel gert. Og það svo sannarlega margt vel gert í Árbæjarhverfi eða í þessum hverfum sem undir. Oft þetta að tala þessu Árbæjarhverfi sem nær yfir þá Árbæ, Ártúnsholt og Selás. Og í samkvæmt hverfisskiptingu borgarinnar þá heyrir Norðlingaholt þarna undir líka. En við kursum það við sjálfstæðismenn þegar við báðum þessa umræðu að óska eftir sérumræðu á næsta fundi 19. janúar málefni Norðlingaholts. Það er margt að gerast þar, það er nýbyggingahverfi og vel við hæfi að fjallum það sérstaklega. Ýmis mál verða þó ekki aðskilin þegar maður talar málefni þessara hverfa. Margvísleg þjónusta borgarinnar er samnýtt að þessu leyti. En það má segja, ef við tölum þetta sem eitt hverfi, Árbæjarhverfi, þá er þetta mjög gott hverfi. Þetta er orðið mjög miðsvæðis, getum við sagt, í borginni, minnst að kosti meira miðsvæðis heldur en var. En þegar fólk kom að flytjast þangað, þá þótti þetta vera alveg lengst í burtu frá miðju Reykjavíkur eins og hann var þá. Og það má segja að Árbæjarhverfi sé fyrsta stóra sjálfstæða úthverfi sem rís í Reykjavík, þar sem tekið mið af það sem við myndum núna að kalla alvöru borgarskipulag. Og það á sér lengri sögu en maður kannski býst við fyrirfram áður maður kynnt sér málið. Það má rekja sögu hverfisins allt til 4. áratugar síðustu aldar þegar borgin byrjaði að leigja út landskika á Árbæjarblettum til ræktunar og sem sumarbústaðalönd. Þarna risu margir sumarbústaðir og smáhýsi sem fólk voru að búa í allt árið og fólki fjölgaði og síðan upp úr 1965 þá fer þetta að taka á sig svona mynd hverfis og það aukast mjög fólksflutningar í hverfið og frá árinu 1965 þá byggist þetta hverfi og næsta áratuginn eftir það þá byggist þetta hverfi mjög hratt upp. Þannig að var á tímabili eitt helsta barnahverfi borgarinnar. Og ég held að flestir séu sammála það að það sé mjög gott að búa þarna og get sagt það svona í gríni og alvöru að það var kannski gott að Árbæjarhverfið byggðist áður en núverandi meirihluti tók við völdum í Reykjavík, þegar eins og allir vita þá hefur hann það á stefnuskrá sinni að þétta helst ekki byggð eða auki ekki við byggð austan í borginni, þannig að ef Árbæjarhverfi hefði ekki verið byggt þarna á sínum tíma 1965 og eftir það og þetta verið óbyggt land núna, þá myndi núverandi meirihluti sennilega ekki taka í mál að byggja þarna nýtt hverfi. Og þó, hver veit, þetta samt meira í gríni en alvöru. En eins og gefur að skilja þá borgin með mjög víðtæka þjónustu í hverfinu. Ekki síst í skólamálunum. Þarna stærsti
grunnskóli landsins sem er Árbæjarskóli, þarna er Ártúnsskóli, þarna er Selárskóli, svo þetta er freistandi að telja Norðlingaskóla með í þessu samhengi sem er þá í Norðlingaholti og þarna eru 7 eða 8 leikskólar, Árborg, Kvarnaborg, Blásalir, Heiðarborg, Rauðaborg, Rauðhóll, Rófaborg. Já. Og þarna á sér stað mjög gott skólastarf. Ég held að það hafi að mörgu leyti bara í flestum tilvikum þá bara mjög vel tekist til við stjórnun skólamála og framvindu skólamála í Árbæjarhverfunum. Helst þegar maður hefur heyrt í íbúðum þarna síðustu ár, helst að þeir hafi kvartað yfir því að viðhaldi skólalóða og skólabygginga hafi verið ábótavant og það verður að segjast eins og að það hefur átt við rök að styðjast. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fluttum nokkrar tillögur á síðasta kjörtímabili endurbætur á skólabyggingum í hverfinu og það sérstaklega Árbæjarskóla þar sem skemmdir voru komnar, slæmar skemmdir voru komnar fram og það var beðið allt og lengi með viðhald og menn urðu sammála það að fara í viðhald þar og þannig að ég tek síðasta ár þá hafa viðhaldsverk verið unnin í Árbæjarskóla. Nú skólalóð Árbæjarskóla var tekin í gegn í 2 áföngum og fyrir 130 milljónir og úrbótum hefur verið sinnt í Árbæjarskóla fyrir 10 milljóna en betur má vissulega duga skal en hins vegar það er framkvæmdar sem eru hafnar, þar sýna hvað þetta var þarft að fara í þessi verkefni og við vitum að það standa góðar vonir til þess að þessum verkefni verið haldið áfram og þau kláruð von bráðar. Nú skólalóðirnar, það var mikil þörf á að endurnýja skólalóðir, ekki síst við Árbæjarskóla, en Selárskóli er líka komin á tíma og síðasta fundi í skóla- og frístundaráðs þá fluttum við sjálfstæðismenn tillögu óskum það að það yrði hafist handa sem fyrst við alvöru endurbætur á lóð Selárskóla. Það standa framkvæmdir fyrir dyrum, girðingar og annar sem eru beinu öryggisatriði vegna þess að það er svo góða venja hefur skapast hjá framkvæmdasviðinu okkar að bíða helst ekki mikið með þær framkvæmdir. En það þarf að standa betur að verki og við höfum nefnt það með skólalóð Selárskóla. Hún er þannig í þannig ástandi að það er ekki hægt að bíða í mörg ár eftir að byrja á henni. Nú skilst mér að svo endurbætur á þeirri skólalóð eða gagngera endurbætur sé ekki á neinni áætlun hjá borginni, minnst kosti ekki neinni áætlun fyrir 2020 og þar teljum við að þurfa að bæta úr. Það þarf að koma endurbótum á lóð Selárskóla fyrir inn á áætlanir og helst að hefjast að handa sem fyrst. Og almennt má segja að það er alveg ljóst að þeir fjármunir sem eru settur í endurbætur á skólalóðum í borginni, þeir duga ekki til vegna uppsafnara þarfar á þeim skólalóðum. Mikið átak hófst árið 2006 varðandi skólalóður grunnskóla sem hefur skilað miklum árangri en eftir eru endurbætur á ýmsum skólalóðum, sérstaklega þá leikskólana. Og rétt að við borgarfulltrúar höfum það í huga. Og það er alveg hægt, við vitum alveg, það er hægt að breyta áherslur hjá borginni varðandi nýbyggingar og viðhaldsverk hafa kannski of mikið verið í miðlægum byggingum. Við vitum alveg að það er alveg hægt að breyta og gera frekar átaki að viðhalda byggingum út í hverfunum sem sinna okkar grunnþjónustu sem er ekki vanþörf á. Nú íþrótta- og æskulýðsmálin, eins og við vitum þá er mjög blómlegt og öflugt íþróttastarf og æskulýðsstarf í Árbæjarhverfum. Það er blómlegt starf hjá fylki og þar hefur margt áunnist í aðstöðumálum á síðustu árum. Mikil bragarbót var gerð á starfinu á þarsíðasta kjörtímabili þegar að samið var að félagið fengi aðstöðu í fylkisseli sem er fyrrverandi mesthúsið í Norðlingaholti. Því var breytt í fimleikahús og aðstöðu fyrir sjálfsvarnaríþróttir eða karate
og ekki leið á löngu þangað til sú aðstaða sprengdi eða sú þörf sprengdi húsið utan að sér, þannig að nú fær maður óskinu það að það þurfa að stækka fylkisselið ef það á að geta svarað spurn eftir fimleikaiðkun og annar íþróttaiðkun barna og ungmenna. Það þarf að minnsta huga að því, þó maður sé ekki bjartsýnn með fjárhagsstöðu borgarinnar að það komi fram tillögur það beinlínis á þessu ári. En fleiri deildir hjá fylki hafa fengið úrbætur. Þetta þarf ekki alltaf að kosta mikið. Í fyrra, eða réttar sagt á 2014, þá var lagður strandblaggvöllur við Árbæjarlaug sem var lyftistöng fyrir blaggdeildina þar, ósk á því. Núna milli jól og nýárs þá var lagt nýtt gólfvöllur í fylkishöllinni, íþróttahúsi fylkis. Ég held ég fari rétt með að það hafi svona kannski verið síðasta stóra íþróttafélagshúsið í borginni sem þurfti að fá endurnýjun á, það sem var mjög aðkallandi að fá endurnýjun á gólfvöllunni. Við sjálfstæðismenn fluttum þetta tillögu á borgarráðsfundi í mars síðastliðnum og það var bara brugðist nokkuð vel við og núverandi gólfvöllurinn var lagt þarna milli jól og nýárs. Gamla gólfvöllurinn hafði verið í notkun frá því húsið var tekið í notkun árið 1995 og var þá því komið til ára sinna. Og efni kostaði 15 milljónir að þetta var gólfdúkur. Hefði verið mun dýrara, þarna hefur lagt parkett eins og verið lagt í mörgum öðrum húsum. Sýnir rauninni hóvarar kröfur þeirra fylkismanna til endurnýjunar. En þetta sýnir okkur það að gólfið var algjörlega komið á endurnýjun og við megum ekki slá slöku við þegar það kemur að endurnýjun íþróttaaðstöðu út í hverfunum. Fylkismenn hafa komið með hugmyndum að það verði gerð breyting á notkun knattspyrnuæfingasvæði sem félagið hefur notið milli Hraunbæjar og Bæjarháls, hefur skipt félagið miklu máli og fylkismenn hafa sýnt fram á hafa sýnt vilja til þess að skila þessu svæði til borgarinnar, láta borgina hafa þetta svæði, gefa svæðið eftir þá fyrir þéttingu byggðar. Þetta er mjög góð þéttingareitur og þarna geti rúmað töluvert margar íbúðir og það er sjálfsögðu hagnaður fyrir borgina og hagræðingar geta byggt þar. En í staðinn þá verði gervigras lagt á aðalvöll fylkis eins og var gert í haust á aðalvöll Vals, íþróttafélagsins Vals hér í Austurbænum og ég held að þetta sé góð hugmynd. Hún var rædd í borgarráði í mars og þar lögðum við sjálfstæðismenn til að tillagan yrði afgreidd jákvætt og menn myndu bara vinda sér í því að klára málið. Við vitum að það er mikil spurn eftir byggingum í Reykjavík, íbúðarhúsnæði, þannig að það var bara að gera að drífa þetta mál áfram. Það var ágættu borgarstjóri, ég veit að hann hefur áhuga á málinu, myndi upplýsa okkur hvar málið stendur. Ég held að því hafi verið vísað til hverfaskipulags og að gera á íta átt í því, þannig að þessi góða hugmynd komist þeim fyrst í framkvæmd. Síðan finnst okkur líka skipta máli, það er annað mál, það var áhorfendastúku fylkis. Eins og borgarfulltrúar þekkja þá hafa mörg íþróttafélög í Reykjavík komið sér upp áhorfendastúkum sem í samræmi við kröfur sem eru gerðar til þeirra, minnsta kosti þeirra sem spila í efstu deild í fótbolta og byggt það á félagsvæðum sínum og það hefur fylkið gert líka. Hún var tekin í notkun 2014 og núverandi borgarstjóri sem við hana og við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins höfum ítrekað lagt til að áhorfendastúkan hún njóti sambærilegs stuðnings frá borginni hlutfallslega og önnur slík mannvirki sem reist hafa verið eða fyrirhugað að reisa á félagsvæðum íþróttafélaginu í Reykjavík. Það er nokkuð misjafnt hvaða stuðning þau hafa fengið en eftir því sem ég kemst næst þá er algengast að borgin hafi styrkt slík mannvirki 80 til 100%. Ég held að fyrsta stóra mannvirki sem var byggt með þessum hætti hafi verið Káurstúkan í Vesturbænum. Ég held að hún hafi verið styrkt af borginni samkvæmt hinni eldgömlu 80% reglu sem er í rauninni fallin og gildi. En svona síðustu framkvæmdir sem borgin hefur tekið þátt í þessu leyti, svona áhorfendaaðstöðu framkvæmdir, þá hafi framlag borgarinnar verið alltaf 100%. Hlutfall er hins vegar mun lægra hjá fylki. Ég held að borgin hafi staðið straum af kostnaði við stúkuna sem nemur
sem nemur kannski helmingi, kannski 50% af kostnaði við hana. KSÍ kom með einhverja peninga inn í þetta og einhverja hafa fylgist með sjálfur safnað en nú sem sagt stúkan ókláruð og í rauninni sanngirnismál að hún fái bara svipaðan stuðning eins og aðrar stúkur hafa fengið og við sjálfstæðismenn höfum lagt þetta til. Það hefur ekki fengið framgang í borgarkerfinu og væri gott að heyra frá borgarstjóra hvernig hann sér fyrir sér lyktir þessa máls. Nú, mjög mikilvægt þegar við lítum á landakortið, Fylkir stórt, víðfeðmt hverfi. Það er mikilvægt að þar gangi frístundavagn sem þjóni íþróttafélögum og börnum og unglingum sem fara í íþróttastarf. Þar hafa fylkismenn óskað eftir meiri stuðningi borgarinnar og vonandi að það verði að veruleika á þessu ári. Ekki er þetta að skila svo við æskulýðsmálin á sem fjallum Ársel sem rekur mjög metnaðarfullt frístundastarf og félagsmiðstöðvarstarf frístundastarfi vist komið til skólana, frístundaheimilin, en félagsmiðstöðvarstarf Ársels er mjög öflugt eins og eru hverfisbúar mjög þakkláttir fyrir það. Nú, umhverfis og eða skipulagsmálin, umhverfismálin og samgöngumálin, þá heyrir maður það á íbúum og ábendingum sem hafa borist frá þeim að margir eru gegn hugmyndum það eða endurvöktum áformum að þétta byggð í Ártúnsholti eða mörkum Elliðaárdalsins, telja það sé gengið of langt fram gagnvart því að fara inn í Elliðaárdalinn, telja að borgin hafi skuldbundið gagnvart íbúum á sínum tíma að fara ekki lengra þar inn, en þetta mál dúkkaði upp í síðustu kosningum en var ekki fylgt eftir og var málið fellt. Og það er alveg ljóst að ef þessu máli að það er sennilega best að hafa það þannig, það er ljóst að það er mikil andstaða hjá íbúum við það ef því er framfylgt. Nú, varðandi Árbæjarsafn, það er nú lítill tími eftir að kannski sem er mjög góð stofnun og hefur mikla framtíðarmöguleika fyrir íbúa og hverfisins. Hægt að standa þar vel að málum og þar hefur verið vel staðið að málum. Íbúar næst Árbæjarsafni, þeir hafa ekki farið varhluta af vinsældum safnsins í því tilliti að þegar að fjölsóttar samkomur eru haldar í Árbæjarsafni eða viðburðir þá verða bílastæðavandræði í hverfinu og þar sem staðið við Árbæjarsafn dugar ekki þegar vinsælir viðburðir eru. Til dæmis bara núna í desember þá skapaðist öngþviti hvað eftir annað við Kistuhill, bílar lögðu þvers og kruss á gangstéttum og grasi og þarna mætti svo sannarlega bæta úr. Íbúar eru mjög ánægðir með nýja göngubrú sem tengir saman Selárskverfi og Norðlingaholt en hafa komið athugasemdir það að það mætti gera göngubraut eða hraðahindrun við brúna Norðlingaholtsmegin þegar fólk kemur niður á brúnni. Þar keyra bílar frekar hratt. Nú, Elliðaárdalurinn, íbúar horfa mjög til þess í Elliðaárdalnum að það þurfi að halda áfram að bæta dalinn. Það er auðvitað ótrúlegt að sjá gamlar myndir af dalnum hvernig það var 1930. Áður Rafmagnsveitan fór að standa þar fyrir stórfelldu ræktunarstarfi. Nú vitum við að þetta er einn helsta perlan í borgarlandinu og þar eru starfandi mjög öllu hollvinasamtök Elliðaárdalsins. Ég hef þá heyrt úr þessum samtökum að þau telja að samráði við sig mætti vera meira og þau telja líka að það mætti mörguleyti standa betur að viðhaldinu og ræktun í dalnum og hafa lýst sig óðfús til frekara samstarfs við borgina sem þau telja að vera of lítið. Og eitt mikilvægt mál varðandi í því samhengi er að það þarf að draga úr hraðakstri hjólreiðamanna í dalnum vegna þess að það hefur verið mælt og það er ótrúlega hár hraði sem reiðhjól mælast þarna á niður brekku og þetta víst vera með þess að orðið vinsælt meðal ákveðins hóps hjólreiðamanna að reyna sig í tímatökum þarna, tímatökum sem nærðu ekki nokkur átt innan gangstíða sem er mikið notaðar af almenningi. Nú, ég fekk ábendingu það að fyrir 2 árum hefði verið sett inn nýjir ljósastaurar við Rauðavatn með ljóskosturum sem hugmyndi var að lýsa upp skautasveit sem þarna væri til. Mér skilst að það hafi hins vegar aldrei verið gert og ætti þá að vera lítið mál að koma því í verk að kveikja á þessum kosturum og koma hann upp skautasveitli, talandi um fyrst að það hefur verið lagt út í kostnað vegna þess. Nú,
Ábendingar frá íbúum snúa líka að auknu umferðaröryggi á Suðurlandsvegi frá Norðlingahólti niður á Vesturlandsveg. Á kaflanum við Rauðavatn hafa orðið alvarleg slys, mörg alvarleg slys, ekki síst á undanförnum árum, og það mætti auka þarna umferðaröryggi, til dæmis með því að tvöfalda leiðina sem þarna er. Almenningssamgöngur, það er kannski flókið að fara á stuttum tíma yfir almenningssamgöngur í Árbæjarhverfi, en íbúar í Árbæjarhverfi kalla mjög eftir því að almenningssamgöngur verði bættar, tíðni aukin og það sé strætisvagnakerfið sé styrkt, þannig að það takist að það sé meiri samfella inn á hverfisins, ekki síst gagnvart börnum og unglingum sem að sækja tómstundastarf innan hverfisins. Það væri fróðlegt að heyra sýn borgarstjóra á þetta. Ég hef tækt á því helsta sem ég komist yfir, en eins og þið heyrið þá er tími minn búinn og hlakka ég til að heyra aðra borgarfulltrúa að taka þátt í umræðinni. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu. Háttvirtur borgarstjóri þá næstur á mælendaskrá. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, ég vil nú þakka fyrir að málefni hins góða Árbæjarhverfis sé sett hér á dagskrá. Það rúmt hálft ár síðan að skrifstofa borgarstjóra fluttist í Árbæinn og ég fékk kost á því að heimsækja þar meira eða minna allar stofnanir og hafði gaman af. Geysilega gott og samheldið hverfi að mjög mörgu leyti og kannski þó ekki ástæða til að rekja margt það sem hér var inn á varðandi skólamálin og leikskólamálin sem standa með miklum ágætum í skólunum og Norðlingaholti. Norðlingaskóli er nýjasti skólinn í holtinu. Þar er barnasprengja eins og í mörgum nýjum hverfum og við erum að byggja þar viðbótar húsnæði. Við vorum að vígja nýja brú sem tengir Norðlingaholt og Árbæinn og ef eitthvað mætti finna annars góður í ræðu borgarfulltrúans þá var að Norðlingaholtið var kannski svolítið út undan. Þar hafa þetta verið mjög mikil verkefni á undanförnum árum og sem er eðlilegt í nýjum hverfum. Þar er fimleikaaðstaða fylkis í reyndar gamalli byggingavöruverslun eða fyrrverandi byggingavöruverslun og þess vegna var þessi göng- og hjólatenging býsna brýn því að krakkarnir sækja fimleika upp í Norðlingaholt og Norðlingar sækja annað íþróttastarf á sundlaugina niður í Laut eins og fylkissvæðið heitir. Það er búið að vera að vinna að endurnýjun skólalóðar Árbæjarskóla og það verða skólalóð Selárskóla fékk nýjan battavöll 2011 og þar verður farið í endurbætur og viðhald núna í sumar en það er rétt að gagngerar endurbætur á þessum skólalóðum eru ekki fyrstar í forgangsröðinni. Það er talið að aðrar skólalóðir þurfi meira á því að halda og eru aðeins fyrr í forgangsröðinni. Og ég legg áherslu á það, við verðum að hugsa þessi mál heildstætt og allar tillögur að flýta einhverjum, þá þarf að skoða það hvort að þar sé í brýnni þörf heldur en aðrar lóðir. En við líka velta því upp vegna þess að við erum á undanförnum árum búin að fara í róttækar endurbætur á skólalóðum sem hafa kostað á annað 100 milljónir og stundum jafnvel ennþá meira við hverju eina lóð, hvort að ekki sé hægt að gera töluvert mikið fyrir jafnvel minna fé ef að íbúar og þeir sem nota skólann eru virkilega með og kannski koma bara jafn skemmtilegri eða skemmtilegri lausnir við því. Nóg það að sinni. Það er gríðarlega hátt hlutfall þáttakenda í íþróttum og félagsstarfi í Árbæjarhverfi yfir borgarmeðaltali og miklu mun hærra en í þeim hverfum sem eru lægst. Það er það svona töluvert góð nýting á frístundakorti og bæði kyn sem stunda íþróttir og fimleikarnir hafa örugglega sitt að segja þar varðandi hlut stúlkna. Við höfum verið að náttúrulega huga að dalnum
og erum með í skipulagsferli friðun Elliðaárdalsins þar sem við erum að taka fleiri náttúrusvæði og hverfisvernda en líka afmarka dalinn betur og skilgreina þá hluti sem skilgreina þarf. Það er býsna góð samstaða að ég tel. Það er starfshópur sem sérstaklega fjalla um málefni Elliðaárdalsins og ég held að ég bind vonir við tillögur frá honum. Í Elliðaárdalnum eins og raunar í Norðlingaholti og annar staðar eru ýmis skemmtileg verkefni sem hafa leitt af verkefninu Betri hverfi og kosningum það og laugin, Árbæjarlaug, hefur lengi verið en vinsælasta laug borgarinnar og þar var bætt við aðstöðunni Blakvelli núna í sumar sem að reyndar var notaður sandurinn sem kom til á smáþjóðleikunum þannig að þetta framkvæmdir þurfti að bíða eftir endalokum smáþjóðleikana þannig að það væri spennandi að sjá nýtinguna þessu næsta sumar. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon spurði sérstaklega út í tvennt. Annars vegar það hvort að borgin myndi koma að frekari fjármögnun stúkubyggingar. Þau mál hafa nú verið áður rædd hér í borgarstjórn. Það var lagt þannig upp af íþróttafélaginu Fylki að borgin kæmi inn með fjárveitingu upp á 90 milljónir en ekkert meira. Heldur myndi KSÍ og eftir atvikum félagið fjármagna afganginn og það einfaldlega stendur. Borgin hefur að vísu komið til móts við svolítinn auka kostnað sem féll þarna til en við höfum sagt það skýrt að þetta var uppleggið í upphafi og það er meira að segja tilgreint í samningnum að ekki að sækja meira fé til borgarinnar og mikilvægt að svona forsendur standi eða haldi þegar til kemur. Varðandi erindi Fylkis þar sem bent var á gammalt og kannski óhentugt æfingasvæði sem uppbyggingarsvæði að þá hefur því verið vel tekið og það er alveg rétt að það til umfjöllunar í hverfisskipulagi sem á að liggja fyrir á seinni hluta þessa árs og þar er gert ráð fyrir uppbyggingu fjölbýlishúsa upp á kannski 3 til 5 hæðir, geta verið alltaf 50 og það eru fleiri skipulagsverkefni sem hafa verið í gangi í Árbænum. Við vorum að klára deiluskipulag fyrir 50 íbúðir við Hraunbæ 103 til 105. Í Vindás-Brekknás erum 1 hektara svæði þar sem hægt er að byggja 20 íbúðir. Það er stórreitur í Ártúnsholti við rafstöðaveg þar sem gert er ráð fyrir 50 sérbýlishúsum. Þessi reitur eru allir til umfjöllunar í hverfisskipulagi og þar er verið að nota eiginlega módelsmíð sem að krakkar í skólanum koma að og fyrsta umferð er búin að vera í Ártúnsskóla og gaf mjög góða raun og stendur til að fara og vinna svona módel í Árbæjarskóla og Selárskóla, Norðlingaskóla í kjölfarið. Allavega einhverja af þessum skólum. Það er líka verið að breyta skipulagi við Norðlingabraut og þar er hugsunin að breyta atvinnuhúsnæði í íbúðarhúsnæði þar sem hljóðvist leyfir. Það eru líka breytingar fyrirhugaðar í Víðidalnum eða öllu heldur hefur Fákur sent inn fyrirspurn byggingu 2 reiðskemma og það hefur út af fyrir sig verið tekið ágætlega í það en jafnframt því verið hreyft að við getum selt reiðhöllina sem borgin á. Ég vona að þetta svari svona því helsta sem að spurt var að en málefni Árbæjarhverfis, Selás, Ártúnsholts og ekki síst Norðlingaholts verða áfram í deiglunni. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Fleiri hafa ekki borgarfulltrúi Kjartan Magnússon er þá næstur á mælendaskrá. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég vil þakka borgarstjóra kærlega fyrir að fara yfir þessi málefni með okkur og bara til að hnykkja því sem ég sagði í upphafi og borgarstjóri kannski alveg heyrt eða ég ekki tekið nógu skýrt fram að
að umræðan í dag átti að snúast sem sagt Árbæ, Ártúnsholt og Selás en ekki Norðlingaholt að sinni. Okkur datt í hug að taka Norðlingaholt sérstaklega á næsta fundi 19. janúar, þannig að það raunin var ekki svo að ég gleymdi Norðlingaholti. Við ætluðum að taka sér umræðu það góða hverfi. Við vitum að það að mörgu leyti nýtur sömu þjónustu og Árbæjarhverfin en í ljósi þess að þetta eitt nýjasta hverfi borgarinnar, nýbyggingarhverfi. Við borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins fáum held ég jafnmörg ef ekki fleiri svona ábendingar og erindi úr Norðlingaholti eins og öllum hinnum þessum 3 hverfum sem við erum að fjalla á þessu fundi. Þannig að okkur þótti við hæfi að hafa jafnir sérumræða það sem við höfum þá óskað eftir að fara fram á næsta fundi. Nú, mér fannst það kom mjög vel fram í ræðu borgarstjóra, eins og ég vona mín ræða hafi líka endurspeglað að Árbæjarhverfi eru mjög góð hverfi. Þau byrjuðu sem úthverfi en þau eru að verða meira og meira miðsvæðis. Við vitum að demografísk miðja borgarinnar, hún er nálægt Vogaskóla eins og staðan núna. Þannig að og þaðan er ekki langt í Ártúnsholtið og þar stendur auðvitað til að þétta byggð. Það er ágætt að hafa það í huga að þéttingafræðin hún segir okkur, sú unga vísindagrein þéttingafræðin, hún segir okkur að ef það á þetta byggða á annað borð þá fari mjög vel á því að þétta byggðina sem næst þessari demografísku borgaramiðju og það eru ýmis tækifæri til þess eins og að fara yfir hér áðan í Árbæjarhverfinum. Þó verður að fara varlega eins og dæmi sem ég nefndi áðan varðandi Ártúnsholtið og Elliðaárdalinn. En við vitum að það mun á næstu áratugum, þá mun ýmislegt gerast þarna nálægt Árbæjarhverfinum. Vogabyggð og Ártúnshöfði, þar mun væntanlega koma byggð. Þannig að þá er Árbæjarhverfi orðið ennþá meira miðsvæðis en samt með svo góðan aðgang að náttúrunni, þessari útivistarparadís sem Elliðaárdalurinn er svo sannarlega orðin og heiðmörkin og fleiri og græni trefillin og fleiri svæði. Þannig að það má algjörlega taka það sem heyrir oft að það sé mjög gott að búa í Árbæ eða Árbæjarhverfinum. En það má lengi gott bæta. Við sjáum að það eru öflug félag starfandi í Árbæ eins og íþróttafélagi sem ég nefndi hér áðan og þarna er líka starfandi sterkt pólitískt félag sem heitir Félag sjálfstæðismanna í Árbæ, Selási, Norðlingaholti og Ártúnsholti og það er vakandi við málefnum hverfisins og hefur samið sína eigin stefnuskrá sem ég notaðist við hér áðan þegar ég fór yfir það helstu verkefni sem mætti koma í framkvæmd, hvað mætti bæta. Borgarstjóri svaraði spurningum minni varðandi stúku fylkis nokkuð afdráttarlaust og ég þakka honum fyrir það. Ég verð þó að segja að ég er ósammála svarinu. Borgarstjóri greindi frá því að það hefði verið lagt upp með það að borgin kæmi með 90 milljónir en ekki meira og það stæði. Það er staðið við þetta upplegg sem var haft í upphafi og sérstaklega verið tilgreint að ekki verið ætlast til að ekki verið ætlast til þess að meira fé kæmi frá borginni. Þetta er það að segja, ég held að eftir því sem ég þekki söguna best þá var ekki upplegg fylkis á sínum tíma að borgin kæmi bara með helming af framkvæmdafé í þessa framkvæmd. Auðvitað vonaðist fylkir eftir því að fá meira, vera styrktur í samræmi við það sem önnur félög hafa fengið í borginni til sambærilegra framkvæmda. En það var ekki tekið í mál hjá borginni á síðasta kjörtímabili og þess vegna var ritað undir samkomulag sem fól í sér að borgin kæmi þá með 90 milljónir sem ég held að sé svona helmingur á kostnaði við stúkuna. Nú þekkjum við það út alla borg að framkvæmdir fara fram úr áætlun og ég hygg að það hafi gerst þannig í þessu tilviki. Við bara nánast í hverju mánuði
þá fáum við borgarfulltrúa á fregninu það að byggingar hjá okkur sem eru reistar á vegum borgarinnar, þær hafi farið fram úr áætlun og þau mál rata nánast aldrei í fjölmiðla. Það bara tilkynnt það að eitthvað verk hafi farið fram úr áætlun. Byggingar jafnvel dæmi það sem nemi 100 milljóna króna og oftast ratar það ekki í fjölmiðla. Það er bara leiðrétt og það er bara tryggði meiri peningar til verksins. En svo sjáum við að þarna er félag sem að gegna mjög mikilvægu samfélagslegu hlutverki sem fer út í stúkubyggingu, beinlínis vegna þess að þess er krafist að vegna þátttöku í efstu deild þá fari félag út í slíka byggingu. Reynir auðvitað að gera það myndarlega þá auðvitað finnst mér það, og það er sanngirnismál að félagi fái sambærilegan stuðning eins og flest önnur félög í Reykjavík geti fengið. Maður gæti hér talið, bara ekki þetta borgarfulltrúa, maður geti talið hér upp margar slíkar framkvæmdir og ég held að allar þessar framkvæmdir hafi verið styrktar miklu meiri en þessi framkvæmd. Ég heyrði það alveg að á síðasta kjörtímabili þegar var gengið frá þessu verki eða samið um þetta verk að það hefði verið ákveðin tregða, eða ekki ákveðin tregða heldur mjög mikil tregða innan þáverandi meirihluta sem var skipaður borgarfulltrúum Samfylkingar og Besta flokksins eða Bjartrar framtíðar síðar. Og það hefur verið ákveðin andstaða innan beggja flokka gegn því að styrkja bara stúkubyggingar yfir höfuð eða afurðastöð íþróttafélaganna. Þannig að það var brotið í blað með þessari samþykkt að borgin myndi styrkja þessa framkvæmd og í kjölfarið þá fylgdu reyndar fleiri framkvæmdir varðandi áhorfendaaðstöðu hjá fleiri íþróttafélögum í borginni, til dæmis í Breiðholti sem borgin studdi alveg held í 100%. Og þannig að ég held að ég hvet borgarfulltrúa til að líta á þetta í samhengi. Við getum líka sagt að á síðasta kjörtímabili þessi umræða fór nú fram snemma á síðasta kjörtímabili, þá getum við sagt að þá var skilningur kannski minni gagnvart þessum málum heldur en kannski síðar var þegar við lítum á aðrar framkvæmdir. Þarna er ekki verið að leggja til hennar ný framkvæmd, það er búið að byggja stúkuna, hún er að vísu ókláruð vegna þess að það vantar fé. Og ég held að borgin gæti sér sóma sinn í því að taka viðræður upp að nýju við fylki og klára þetta mál þannig að þessi myndarlega stúka þurfi ekki að vera hérna eins og svona ókláruð í annars mjög fallegu umhverfi sem er fylkisvæði eða lautin. Vil hvetja borgarfulltrúa til þess að líta til þess máls, en annars vil ég bara þakka fyrir góða umræðu sem við bara borgarstjóri tókum þátt í og vona að aðrir borgarfulltrúar hafi haft gagn af þessari umræðu. Borgarfulltrúi Kjartan Magnússon hefur lokið máli sínu og fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Við göngum þá til 7. liðar útsendri dagskrár sem er fundargerð borgarráðs frá 17. desember. Þar undir þurfum við að greiða